Það styttist í Herning. Ég búin að vera að tala við landsliðsmenn hinga og þanga út allan bæ. Ég nældi eitt hér í bænum og það Daniel Jónsson. Sæll og blessaður. Blessaður. Ég ætla að rúlla með því í smá svona prógram. Okay. Og ég vil þú svari mér bara svona tiltölulega fljótt, hugsið þetta ekkert mikið? Nei, ég er ekki mjög góður í að hugsa. Fullt nafn? Daniel Jónsson. Aldur? Já, ég er nú bara að vera 39 ára gamall. Já, líður vel? 20. júlí. Já, ég er svona ágættur bara. Er aldurinn betri? Ertu betri eftir svo eldist? Nei, mér finnst það nú reyndar ekki, en það verður kannski. Já. Einn daginn? Það er vonandi. Stjörnumerki? Ég er ljón. Hefur eitthvað spáð í það svona gegnum tíðina? Nei. Ég er ekki mikill svona pælar í þessu, sko. Í hverju pælir Daniel Jónsson? Er það bara hestamennska? Nei, ég á dætur og ég á yndislega kærustu og ýmislegt, sko. Ég er ekki margt annað að pæla, sko. Já, þú ert ekkert bara... Ég var að fótbolta, ég var að fótbolta og ýmislegt, svona. Hvað, ertu í enska boltanum? Alla bolta eða þannig. Já, bara ef það er bolt í sjónum að kalli klár. Já, ég er tíma, sko. Ég fer ekkert heim bara úr vinnu, sko, til að... Nei. Svona þegar þú dettur út og hefur tíma þá er gott að detti boltan? Já, ég bara eitthvað. Já, gott. Hversu oft hefur verið í landslið? Ég fór nú fyrst 2003. Það sé ekki 4 sinnum, 5 sinnum, eitthvað leys. 2003, já. Og það var... Herning. Það var Herning. Já, það var eina spurningunum mínum. Hvar varstu fyrir þessum 10 ára síðan? Ég var í Herning og sýndi þar Sjóla frá Dalbæ, setti þar heimsmet í Kimbóndómi. Ég gera það ekki bara aftur núna. Ok, förum aðeins út í hvaða hest þetta var með? Þú farið í Kimbóndómi, ekki? Jú, ég er að held mig við það. Ég er að fara á miklum snillingi sem að svona félagi minn og vinur Einar heitinn Ötter Magnússon átti og Svana á í dag. Og við erum að fara að sýna hann í Kimbóndómi. Hvað hestur? Í Herning. Glóðavegir frá Halakoti. Feiknarhross. Já, þetta er meiri hestum. Var Einar snillingur? Einar var náttúrulega einn merkasti hestamaður sem við höfum átt. Bæði einstakur kennari og þjálfari og bara mannvera góð og mikill vinur minn. Þannig að það er nú ekki bara að sýna hestin Glóðafeggi frá Halakoti, sko, þetta er tilfinningamál. Og þetta er sérstök stund að setja hana hest. Einfallega líka vegna þess að hvað við vorum nánir og góði félagar. Flottu kall. Já, snillingur. Og þetta verður gert bara við gerum okkar besta í minningu hans og svo heiðrum við minningu hans með þessu bara þessum tímapunkti þarna. Vonandi bara gengur okkur vel. Ég er ekkert einn á honum, sko. Þannig að þetta er ekki góðlega. Og svo þegar við tveir tökum okkur saman, sko, þá hlýtur það að verða eitthvað gott úr því. Þetta verður engin smá tvímenning. Nei. Þú er nú sérst einhverstað tvímenn áður, þannig að þú kannt þetta. Já, ég hef gert þetta áður. Já. Og þetta hefur bara vonandi gaman og gott veður og svona sogið með okkur frekar vonandi. Já. Þetta er maður fyrir að hugsa einakallin, þetta er bara skemmtilegu kall og gaman að sjá þetta. En myndum okkur aðeins í annað. Kimbótasýningar í ár. Búin að vera hellingur og þú búin að sína. Já, ég er búin að sína mikið meira erlendis núna heldur ég hef gert semst undanfarin ár. Ég er búin að vera Svíþjóð og Þýskaland og svona. Og fyrir vikið kannski minna hér. Það er búin að ganga rosalega vel. Og í heildina séð er þetta örugglega svona kringum 90% fyrstöðlanhross sem ég hef sýnt í ár, sko, hér á Íslandi. Og svona samantekt, sko, með að við fjölda þá held ég að ég hef aldrei sýnt þess mikið af hátt dæmdum hrossum. Með að við fjölda, eins og núna. Er það vegna þess að ræktunarráðunuturinn er nýr eða? Nei, ég held að sé bara vegna þess að ég er náttúrulega bara langbestur. Já. Það sé bara svoleiðis. Þetta er bara einfalt mál. Já. Það er bara búið að klára þetta. Já. En það kannski, að því að ég er nú svona típa sem að ríkur einu í annað. Ég var alltaf að muna eftir ég man eftir því þú varst krakki. Já. Aldrei sem fötunum. Þú varst komin í Þýskalandslið. Já. Nú ertu komin í það íslenska og það var mikla vangaveltu hvort þú mættir í báðum og hvernig þetta verður allt saman. En nú ertu komin úr þýska yfir íslenska, hver er ástæðan fyrir því? Já, það var náttúrulega bara einfaldlega svo að
það fór hann aðeins kom aðeins hann að fíla upp í eigandan í Þýskaland út af hvernig var bara staðið að þýska liðinu og það var ákveðið að hann myndi ekki fara með hestana sína og ég gat náttúrulega ekki biðið með að ákveða það hvað ég ætlaði að gera því ég var alltaf búinn að ákveða það að taka ákvörðun eftir þessa þýska meistaramót hvort að ég ætlaði að ríða glóðafeggi eða hinum og í eftirhyggjunni þetta bara mjög góð niðurstaða og auðvitað var ég náttúrulega alltaf með tilfinninguna með þeim rauða eins og gefur að skilja eins og við höfum verið að tala hérna áður þannig að ég er búinn að bara það hefur einhver máttarvöldin hafi tekið í spottana og ég ríð bara glóðafeggi á Halakoti í Herning knarreistur Veturinn í vetur, er það rétt sem ég heyri að þú verður ekki austar Þjórsár heldur verður í Reykjavíkurborg eða stór Reykjavíkursvæðinu? Ég er nú reyndar að fara í Hafnarfjörðinn sko. þar sem er mjólkin tekin upp út í búð og hérna en já, ég er að fara þangað og hérna þetta leist vel í mig bara, okkur Af hverju bærin? Já, það er nú bara peningilegt spursmál líka ég seldi húsið hérna á Hellu aðstöðuleysi, ekki inniðasta og svona og maður eins og ég sem er að reyna koma mér aftur upp svona á keppnisbrautina og er að rækta og svona, það er bara betri aðstöðu og ef ég ætla að kaupa mér eitthvað aðstöðu austan fjalls með þetta alltaf að þá er það bara útilokað peningalega þannig að þarna er ég með allt fyrir sanngjarnan pening og þetta bara, já ég er að fara í bæinn Ánægður að fá þig, gott að fá þig, gott að hafa þig nálægt þú sért ekki alveg nálægt mér en svona það eru 100 metrar á milli okkur eða Já, ég veit ekki hvort það verði gott eftir smá tíma Herðu, gangið vel í Herning, verður gaman að sjá okkur og hérna í vetur Takk svo mjög Takk fyrir okkur, sjáumst í Herning